Langt síðan að þetta kom upp hjá þér? Það nú ekkert mjög langt síðan en það þó einhver tími síðan að svona þetta var fyrst reifað og ég var svona aðeins að hugsa mig. Hvað var það sem þetta að hugsa út? Já, eins og ég sagði strax eftir mót þá ætlaði ég nú að taka mig frí minnstu kosti í einhvern smá tíma frá þessu. Var svona eiginlega búinn að því að ákveða það en svo náttúrulega kemur löngunin og annað og þegar að Rúnar hafði samband við þá fannst mér að það er spennandi að ég vildi aðeins fá að hugsa það. Það mörg önnur liðið samband í haust? Það er einhvern liðið samband í mér. Hvað var að fengja þetta meira heillandi en annað? Í haust var ég að fara í frí og var ekkert mikið að hugsa fótbolta þannig að það var bara það sé eini munurinn. Ég vildi aðeins fá að blása og koma mér burtu frá þessu. En eins og ég sagði, löngunin hún þegar að ég kom heim aftur úr fríinu og svona þá var löngunin í þetta og það var það mikil að ég gæti ekki sett henni yfir þessu. Nokkra vikur með golfkílónum að þá varstu fann að sakna þjálfara úlpunum. Já, það má ég orða það þannig. Ég var búinn að vera í fríi í smá tíma þá kallaði þetta aftur. Náttúrulega búinn að vinna ansi marga titla í gegnum tíðina. Er ekki stefnan bara að vinna titil með Stjörnunni líka? Jú, það væri mjög gaman og það er kannski snemmt að segja það núna en ég var svona eftir að auðvitað þekki leikmennina sem fótboltamenn en svona karakter þeirra og annað sem ég þarf aðeins að kynna mér betur en að sjálfsögðu setjum við stefnu á að vera í toppbaráttu. Það er þekkt í þessu, eins og þú sagðir á fundurum að það hafi verið fleiri lið með 2 aðalþjálfara en hvernig sér þið fram á að þið leysið ágreiningsmáli ef þau komu upp? Sko, þetta er nú bara fótbolti sko og við erum búin að ræða alla hluti fram og tilbaka. Þetta er nýtt fyrir mig og þetta er líka nýtt fyrir hann, fyrir Rúnar og ég er náttúrulega fyrst og fremst þakkláttur að hann skulle gefa mér það tækifæri að koma og vinna með sér. Auðvitað þurftum við að ræða marga hluti og eigum að ræða miklu fleiri hluti en við erum ákveðnir í því að gera þetta eins vel og hægt er og við erum ekki hrædd við það. Er það eitthvað að byrja að skoða leikmannamálin fyrir næsta sumar? Já, við erum með ágætis leikmannahóp eins og kom fram hérna áðan og svo erum við með fullt af ungum strákum í Stjörnunni sem við þurfum að skoða eins betur en eins og staðinn núna þá erum við ekki að leita neinu leikmannum. Hvernig verður verkaskiptingin hjá okkur? Hún er sú bara við þjálfum liðið saman og gerum alla hluti saman. Það er bara svona. Takk.